Jæja, nóg nú búið að tala eitt og annað sem snýra pítsunum, en ekki komið að því að kýtla bragðlaukana. Hvernig það, strákar? Beint í það. Herðu, við ætlum að sjálfsögðu að byrja hér á númer 4, númer 4 á heimslistanum og ef svo ekki bara aðeins að spjalla þá eftir, hver erum við búin að smakka? Vinna okkur niður. Gjörið svo vel, grípið í þetta. Þetta er fingramatur. Þetta er fingerfood. Hver skar þessa pítsu? Hann er rekinn? Nei. Ég var að djóka Vili, þú ert ekki rekinn. Góð lykt af henni. Hörðu. Krösti kom. Já, krispið sem kemur hérna af nachosinu, þetta er góð hugmynd, maður. Áttu þessa hugmynd? Já, var þetta svona, kom upprunalega hugmynd frá þér eða þeir bættu inn? Ja, það má segja að það hefði bara komið í tilraunaeldhúsinu við rauninni. Þú veist, og þegar maður er 5-6 manns að prófa alls konar samsetningar á pítsum að þá kemur ýmislegt út úr því. Mikil æsingur og mikil... Já, það er ekki til fyrirbæri sem heitir nei. Akkurat, það er ekkert léleg hugmynd. Hörðu, hvernig var að láta? Já, prófum það. Og svo, nei, ok. Svo er smakkið þannig þegar þú ert að smakka mismunandi deg og mismunandi ofna að þú ert að tyggja og spýta eins og í rauðvíninu. Því þú getur ekki borðað svona margar pítsur og smakkdegi. En ég verð að segja ykkur alveg eins og vel, ég er ekkert hissa því þessi að ná 4. sæti. Ertu ánægður með þetta? Já, mjög. Svolítið sérstakt bragð af þessu. Hvað er í lauksultunni? Bacon-sultunni. Bacon-sulta? Já. Við vorum að tala um það áðan. Heyrðu, og svo vorum að smakka þetta fínir í maður. Þú ert með saltlakrís-shakeinn þarna. Rjóma-shake með saltlakrís. Taka það fram, þessi pizza er æðisleg. Heyrðu, júvill er þetta gott. Ég verð að vera með ykkur. Að vera með. Vá, saltlakrís. Saltlakrís-shake. Má það í shake? Það má allt í shake. Við erum með bacon-shake sem er með bara hreinu bacon í. Bacon-bragði? Já. Nei, með baconi í. Alvöru bacon í shake'num. Mér finnst það ekki gott, en það er mörgum sem finnst það alveg aðeinslegt. Náður því sem ég sagði? Já. Við erum með bjór-shake. Já. Egil skull í shake. En Við erum. Aftur, mér finnst það ekki gott, en sem finnst það aðeinslegt. Nú erum við búin að smakka hérna, þessa, hún er geggjuð. Hvað er þá númer 2? Hvað var taka númer 2? Ég myndi fara í Gísla og Uppsölum. Gísla? Svona eiginlega mín uppáhaldspizza. Ok. réttu mér sneið hérna, vínurinn minn. Snail coming up, Maggi minn. Hvað er þetta? Herðu, þú Hvað er þetta? þú ert með Gísla og Uppsölum í hendi þér. Já. Hvaðan kemur þetta nafn? Það er svolítið skrítið. Herðu, strákarnir eiga heiðurinn öllu nöfnunum, þannig að þeir kannski svara því. Þetta er bara kjöt og þetta er einhvern veginn, þegar við settum þetta saman, þetta er svona ekta pizza sem Gísla og Uppsölum myndi búa sér til. Þannig að góða það, nú erum við að baka þetta. Ekki? Hvað hefði Gísli sagt? Þetta er góð pizza. Er hún 15 tómur? Herru, við erum að drífa þetta maður og komum með fleiri pizzur. Já. Hérna? Herru, númer 3 skulum við fara í heitar en helvíti. Nei, vá. Það þýðir ekkert að það verður allir að smakka hana. Já. Alveg bara til er ég. Takk minn. Og þú vilt mótmæla því einhverju, þá getur þú sendt e-mail á djöfullat helvíti. Herðu, Djöfullat helvíti búið til. herru, þetta er ekki nógu sterkt. Áttu svona skilliflögur á þetta? Það er chili olíu. Já, en þetta er ekkert svo svakalega sterkt. Jó, Maggi. Þetta kemur aðeins á eftir. Svo kemur, ég fekk einhvern bita hérna sem alveg ekki. Ertu eimingi? Ertu eimingi? Alinn upp í sjávarsíðuna, Maggi. Bara á keilu. Það voru mjög góð. Já, nei, að ég sá þetta sko ferskur, rauðu pipar og líka, þú veist, ég held þetta að væri sterkara. Nei, þetta var. Þú ert búin að vera svo mikið í Tælandi og svona borða framandi mat og mikinn styrkleika og svona það ekki. Jú. Þú ert vanur mjög sterkur. Já, og hérna, en Þú ert alltaf sérlega vanur þessum matar, eða ekki? ég hérna, tel mig geta Hesthúsar mikinn styrkleika. Já. En svona fyrir normal Joe, þá er þetta ekkert voðalega sterk. Þú veist, það má alveg serva þetta fyrir svona meðalíslending, held ég. Er það þá Baggio næstur eða hvað? Já, Já, er það ekki? Baggio.
Og þá, Roberto Baggio. akkur er fótboltakall á pítsum, þetta er svo, eru Grínlótt eins og boltinn. Í virðingu við ágætis fótboltamann, þá klúraði hann kannski vítum, en hann er ekki að klúra þessari pítsu hérna. Okay. Og hvað er hann svona finnir í? Herðu, Það er pepperoni og öllu, þannig að kannti gera neitt annað en pepperoni. ég sá bara að þetta voru miklir matarmenn sem státu við borðið og Það var valið með tillit. Ég er með eitt komment að pizza er ekki pizza nema þessi pepperoni á henni. Já, var það? Þannig að, en það mér finnst er hárið, þetta eru örugglega allar þær pizzur sem eru með pepperoni á matselunum hjá okkur. En þetta er, sko, pepperoni finnst mér rosalega gott og eiga vel við pítsu, sko. Og ertu þá ekki með svolítið sterk pepperoni? Við erum keyrum á Ali pepperoni sem er á okkar mati besta pepperoni sem við getum fengið á markaðnum. Þetta er eiginlega mín uppáhalds. En á Roberto Baggio er sem sagt ólívur og sveppir, pepperoni, hvítlaugur, rjómaostur og Hún svartapipar. er svona mild. Þú ert með svona En segðu mér hérna eins og á svo hlaðborðum, koma allar þessar pítsur eða, þú veist, eins og þessar? Já, við keyrum allar Ef þessar þú set bara svona stóra feitakalla, þá setur þú bara pepperoni í bótt. Já, við reynum að við fáum upplýsingur á það hvernig hópurinn er Já, samansettur. er það? Og ef þetta er saumaklúbburinn, Dömur. dömurnar, þá erum við að koma með, já, kannski Hawaii og við erum að koma með hérna, pizzur sem eru meiri grænmetispizzur og meiri hérna, Hilmi Snær. Hilmi Snær. Það er pizza sem heitir Hilmi Snær og við segjum að hún er svona ekta sem að konurnar falla fyrir. Já. Já, eins og Hilmi Snær. Og hvernig er það? Það er kjúklingur og kirsuberjatómatar, hvítlaugur og basil. Þannig að Það var einn Hilmisnar. settu Hilmi Snær upp í því, Stefán. En eru þið með Þessi var nú alveg að para við gælum. eru þið með samkynnaðar pítsur? Samkynniðar? Það eru allar gagkynniðar og það eru eiginlega tvíkynja. Já, var það? Hörðu þeim síðasta pítsan. Já. Hún heitir David Hasselhoff. Já, já. Eða Gia Hoff eins og við erum farin að kjalla hann inn í eldhúsi sem er svona vinnuheitið okkar. Þetta er kjötveisla, bara með stóru kái. Hoff, sko. Gef mér eina snið, ég verð að fá að smakka þetta maður. Segðu það líka frá ostablöndunni því að hún er sér löguð fyrir okkur af MS. Já, við sem sagt, Og er það ekki eitthvað leyndamál? jú, hún er náttúrulega Gat verið, hún er náttúrulega hernaða leyndamál. Já. En í þessu tilhörinu eldur sem okkur, þá blöndum við okkar eigin ostablöndu. Og hún samastendur af 4 ostum. Já. Og sem að gefa Það er Gruyère, Port Salut, Jeddah. Heyrðu, bara gaman og þú sagði mér áðan líka, ég segi, hvað er að elda marga? Heyrðu, þú sagði mér að elda er kannski 2000 pítsur á melki? Má ekki segja þetta? Já, ég held að það sé ekki fyrirleikur, það er allt tróðið hérna út úr húsi, þannig að það er brjálað að gera hjá okkur. Meina, og þeir eru með eina stærð? Já, við erum með 12 tómi, við erum með hérna réttu stærð. Já, réttu stærð. Og hver segir það að þetta sé rétta stærð? Það er ekki Ítalinn bara. Já. Ég meina það eru margar stærðir af hambúrgurum, alveg eins. Ítölskað uppruna. Já. Hún er það. Já. Já, þetta er hérna... Þetta er eins og með hambúrgaran, sko, veist. Hann er ekki amerískur. Á Ítalíu þá var þetta götumaturinn. Það var alltaf til hveiti. Það var alltaf vinnumannamatur. Það eru nokkra góða sögur af þessu. Einn sagan er svo að fyrsta margarítan hafi verið sett saman fyrir konungborna konu í Napoli, ég held að örglaður í Napoli. Og hún var kölluð margaríta og var í rauninni tómat sósa á bökuðu flatbrauði. Það er ein sagan, ein útgáfan. Hétu margaríta. Já, pizza margaríta. Það gerur eitthvað svona sögur? Já, það er sem sagt elsti pizzastæður í heimi, ég held að segja frá 1700 og eitthvað, ég er ekki alveg með á hreinu. Hann gríðarlega vinsæll mitt í Napoli og hann servar bara 2 gerðir af pizzu. Hann er bara með margarítu sem er valla með osti á og sen er hann með svona marinera. Já, það er svona sjávarætta pizza. Já. Hvar er svo stað? Ég var að það. Hann er í Napoli. Já. Og það... 22 Napoli. Já. Heyrðu, en svona, við erum búin að tala svo mikið um pizzana og shakeana hérna, við erum aðeins að plugga þá. Má það? Já, sko, það er náttúrulega... Þessi ég er að smakka hérna ananas, ég er mikill ananas aðdáandi og eins og ég er náttúrulega búið með hann er ógeðslega góður. Þú ert með hérna Kökudeg. Þú ert cookie dough
og það er reyndar eitt, mér finnst ofsalega góður svona ís með svona kökudegi. Ég veit ekki hvað það er, þetta er eins og maður gerir alltaf í gamla dag, maður fór alltaf til mömmu og segja, mamma, sérðu? Og hún leit út um gluggann og þá fór maður inn í skálinn og tók kökudeg. Og það er eitthvað svipað, svona ekki alveg búið að baka þetta, kannski svona hálfbakað. Já, þetta er ekki óholt, þetta er ekki að fara að gerjast inn í þér og þú ert ekki að fara að kúka muffins. Þetta er ekki að bakast á leiðinni. Nei, en bragðið, þetta er, ég komst nú bara på lagi með þetta hjá syni mínu, sko. Já. Ég man hvernig ég smakkaði shake, sko, í fyrsta skipti, það var út í Hrísey. Sko, við erum að tala ég held ég að verið 8 ára gamall, semst við erum að tala þá í 1967. Og þá smakkaði ég svona shake og það var ungu maður sem kom til Hríseyjar og þá var náttúrulega, var að sjálfsögðu norrlenska gósið Vallas, sem var svona appelsínudrykkur, Vallas, og hann keypti og það var bara til svona vanilluís frá mjólkursjónsölunni og hann blandaði þessu saman og við settum þetta í hrærivélina hjá mömmu. Og við bara hugsaum, hvað er þetta að gera? Heldi bara Vallas úti og svo gaf hann okkur. Þetta var það besta sem ég á ævi minni smakað. Þá var ísinn líka svona ferkantar og skarst hann niður eins og brauð. Já, hann kom í svona plastpakka. Akkurat. Já. Nei, og síðan þá hefði maður verið shake-aðdáandi, sko. Ertu búinn að smakka Oreo? Mér líst svo vel á þetta, ég ætla að halda mig á ananasen því ég er ananas aðdáandi. Já. Pineapple. Verslar fötið inn í Anas Hafnarfirði? Yes. Fyrir því? Gefur manni svona ananassjón að þessu, hvernig þetta á að vera. Ananassjón. Ég vil nú bara segja strákar, bara kæra þakki fyrir spilleríið. Já, sömuleiðis. Drengilega keppni og leitt að lúti lagra haldi fyrir ykkur prófónum, en svona er þetta, þið voru með ilmkúlur og allt þetta, þið kunnuðu þetta alveg og við Maggi erum náttúrulega bara, ég segi ekki amatörar, við erum bara lífskunstnerar í þessum bransa og til hamingju með þetta strákar, þetta er flott. Takk fyrir það. Ég bara, númer 4 er alveg komin á listan, sko. Nú segi ég við konuna þegar ég heim, heyrðu, förum og fáum okkur númer 4 hjá strákunum. Númer 4. Það er nefnilega svo fyrirsjáanlegt að mæti svona keppni og vinna, þannig að við ákvaðum að lenda í fjórðarsæti. Já, ég skil. Já, þið vildu ekki alveg Vildu vera að skila okkur úr. En þið segið mér nú algjörlega fréttir með þetta fjórðarsæti. Hvað en sko, það má ekki einhver búa til löngu eða keilu í útlöndum, sko, einhver svona atvinnukokkur og þá er það bara komið á heimslistan allt í einu. Nei, þetta var nú aðeins í fjölmiðlum. Þú hefur sennilega verið að skrifa handrit. Það er sennilega rétt. Já. Ég er nú samt nokkuð vel tengdur, sko, en svona er þetta. Maður kannski kemst ekki yfir allt. Nei. En svona er þetta. Bara takk fyrir, takk fyrir eldhúsmeistarana er það búið í dag. Þetta búið að vera alveg geggjað og Simmi og Jói, þeir unn okkur en við unnum fyrir matnum. Herðu, ég fæk þetta bara beint í æð. Herðu, það kom kærlega fyrir og við viljum náttúrulega hvetja alla að koma í keiluhöllina, pítsurnar, shakeana, keiluna, bara æðislegt að koma inga bara. Já, og gúmmítrið okkar, það má ekki Já, gúmmi, erum við gúmmitrið? Herðu, rosalega gaman að fá að koma til ykkar strákar og bara gangi ykkur svakalega vel. Takk Maggi minn. Takk Maggi minn, gaman að sjá þig. Skál í Og botn. takk fyrir búningin. Skál. Ekki málið. Heyrðu, nú vorum við að fara að byrja keppnina, búin að hitta okkur upp maður. Þeir eru með svakalega snúninga og svona. Við náðum nú fleiri fellum, ég og Örn, við ætlum að rústa þeim. Sjáu þið, Jó er í ykkur íhugun, hann heldur að sé svakalega klár. Heyrðu Simmi, þú ætlar að útskýra hvernig þetta gengur fyrir sig. Jú, þetta er þannig að ég og Jó erum í liði á móti þér og Erni. Og innbyrðis þá ert þú að keppa við Jóa og ég er að keppa við Örn. Og það er stigveitt fyrir einstaklingskeppnina, en svo eru líka tekið sameiginleg stig, þannig að þetta mun ráðast, úrslitið mun ráðast hérna.
af því að sameiginlegu stigin geta verið úrslitavaldurinn í þessu. Og þetta er sama fyrirkomulag og er alltaf spilað á öllum mótum í rauninni. Og sérstaklega líka eins og í utandeildinni sem við höfum verið að spila alltaf á miðvikudögum. Tekur þetta svona 45 mínútur eða? Eitt svona leikur, hann tekur svona 40 mínútur, eitt leikur. En í utandeildinni sem dæmi, þá erum við alltaf að spila, sko, ef þú skráir lið, vinahópiðinu eða eitthvað, þá er þetta að keppa einu sinni í mánuði, einn miðvikudag í mánuði. Þá komum við saman, menn fá sér bjór, menn spila og menn þurfa ekki að kunna neitt í keilu til þess að actually geta unnið leiki af því að þú færð forgjöf. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt og ég mæli með því að vinahópar og félagar, hvort sem það er vinnustæðir eða æskuvinahópar, sem hittast aldrei því að við kallar erum mjög lélegir í að hittast. Og þá er þetta algjör afsökun til þess að hittast alltaf allavega einu sinni í mánuði, fá sér 1-2 öl, keppa, mjög skemmtilegt. Æðislegt, heyrðu, hann er að íhuga hérna, það er voðalega merkilegt og Örn ætlar að spyrja hvernig þetta gangi fyrir sig. Jói minn. Ég sé að þú ert komin í innhverfa íhugun. Já, ég er svona að reyna aðeins að klappa kúlunni og Ertu að hlera hana? tengjast henni, já, hlusta aðeins og stundum svona, Þú færð upplýsingar í gegnum göttin hana. já, hún hefur eitthvað að segja manni stundum, sko. Vertu blíður, ég vil láta kasta mig fast, alls konar svona einhverjar. Ok. En ég tók eftir því þegar ég var að gæla við kúluna þín og hún ilmar. Já, þetta er svolítið magnað, sko. Þetta er sér smíðukúla, eða sérst það er að segja, hún er boruð út fyrir mína putta, sko. Ok. Og þegar þú pantar hana utan, að þá getur þú pantað ilm og það er bara í henni. Þetta er í rauninni lyktarkúla í leiðinni. Og ég veit ekkert af hverju það er, en sennilega vegna þess að þetta getur verið svolítið sveitt stundum sportið, sko. Já, liturinn hefur eitthvað með þetta að gera líka. Að sérst hvaða lykt er, það er önnur lykt af simmakúlu til dæmis, sko. Ok. Þá kemur bara í ljós og nú ætlum við að fara að keppa hvort að ilmararnir eða proffarnir vinna þetta bara. Kemur í ljós. Hvað segir Örn, hvernig líst þér á þetta? Ég er nú búinn að spila hérna nokkra leiki fyrir Magga, hann er bara í símanum. Sérðu hann er í símanum bara. Já. Af hverju er hann í símanum? Hvað er svona merkilegt í gangi? Ég veit ekki, það er kannski einhver önnur keiluhöll. Er hann að fara að opna á Bessastöðum? Ég ætla ekki keiluhöllin á Bessastöðum. Já, Jóhannes, þú nátt spila betur en í dag. Já, þetta er einn af þessum dögum, það sem ekkert gengur upp. Maður er að finna snúninginn og eins og segja, ég ræddi mikið við kúluna fyrir leik, hún var ekki að hlusta. Örn með feikju, glæsilegur Örn, 5-mann. En það er eins og menn segja, slæmu dagur í keilu, Jóhannes, er betri en góðu dagur í vinnunni. Þú gerir alltaf svona high five. Og menn feikja. Já, en veistu hvað þetta er? Ef við gerum bara svona, sjáðu, komdu með hérna og ekki snertum, sko. Veistu, við gerum svona. Veistu hvað þetta er? Wi-Fi. Wi-Fi, þráðlaust five. Vel gert. Þetta er Wi-Bump. Sérðu Jóhannes, þetta kemur hann. Það er stundum að kveiki í hannum og það er fella. Það er fella fullt hússtiga í þessari umferð.
Ok, það komin niðurstaða í leikinn. Eftir því sem að sagt þá eru sem sagt við Maggi. Við erum með hvað? 159 stig sameiginlega. 159 stig sameiginlega. En þið með 221. Það einhver komma þarna, 22,1 það ekki? Nei, 21, 2,1, nei. Já, ok. Unnu þeir sem það. Þeir sem sagt unnu, þannig við segjum bara til hamingjum með sigur, strákar mínir. Mjótt á múlunum. Já, Okkur Magga. en sko, þetta náttúrulega varða að fara svona, þeir eiga náttúrulega keilu höllin og þar. Það hefði ekki lítið nóg vel út, hefði tapað sko. En það eins og segir í hinu ágætu bók, hinu síðustu munu fyrstir verða.